Þriðji þáttur að ná í stuðningsmannafélagið mætt aftur á Akranesvöll. Við erum konum með hjartaknúsaran og kvundagssetjuna Pál Gísla Jónsson, leikmann númer 1 hjá Skagaliðinu. Palli, fættist þú með hanskan á höndunum? Nei, en þau komu mjög fljótlega. Hvenær byrjaðir í boltanum? Ég held ég að verið svona 8 ára aldur þegar ég byrjaði að æfa fótbolta. Og varst búinn að leika þér náttúrulega í þessu í leikfimi og annað. Varstu alltaf valinn svona fyrstur í lið? Nei, maður var náttúrulega með hetjum í bekk og svona sem voru betri en maður sjálfur í boltanum sko. Nefndi einhverjum nafn? Ég Garðar Gunnlaus var með mér í bekk. Já, já. Og lögfræðingurinn Stefán Orri Ólafsson. Já, hann einmitt í stjórn félagsins, Hann í stjórn félagsins. Hann hefði nú getað orðið leikmaður held ég líka sko. En hvernig, hann mætti alltaf með Nutella brauð hérna, eða ekki? Jó, hann átt Nutella upp alla sína barnæsku. Já, þetta var okkur sagt hérna. Ok. Hver sagði ykkur þetta? Mikael! Hann átt rúbrauð með Nutella og fransbrauð ofan á. Þetta var þvílík helviti samloka. Palli, ef að hérna veðurguðarnir hefðu ekki opnað himnan í dag sko, þá hefði hæglega verið hægt að kveikja í áhangandum FH hérna á laugardaginn. Sérðu bakkana hérna? Gústi, þarf ekki að fara að vökva þetta félagi? Hvað finnst þér um? Sko, ef það hefði ekki ringt í dag, þá væri sennilega hér eldur allan bæ. Já, þetta er bara sína hérna. Getur ekki spila annað en aðra stöður heldur en bara markmannin? Nei, ég held ekki. Ég hef aldrei prófað neitt annað sko. Maður var svo séður að fara bara beint í markið, þá þarf maður ekkert að hlaupa sko. Já, þú nennir því ekki? Nei, mér finnst leiðilegt að hlaupa. Já, þú og Jón Vilhelms eigið þetta sameiginlegt. Já, eigum þetta sameiginlegt. Já, herðu, Palli, ég verði eiginlega að skora á því í vítakenni. Ég er klár. Herðu, bingo, vindum okkur í það. Tökum við smá gattahreyfingu, sko. Það vinstri! Já, menn taka hann ekki þarna. Palli, þú ert alinn upp hérna á Skaganum, byrjar hérna í, já eins og þú segir hérna ára, þú varst 8 ára. Hvað er þið svona minnistæðast af vellinum eins og þú spurt hérna fyrir gesti okkar? Sko, skemmtilegasti leikur, eða svona, já, eftirminnasti leikurinn hjá mér er held ég Keflavíkurleikurinn frægi hérna 2007. Þegar Bjarni skoraði stórglæsilegt mark hérna frá miðju og allt sögðu upp úr. Þegar maður gleymir þeim leik seint. En hérna minnistæðasta svona markvarslan? Minnistæðasta markvarslan? Ég man nú ekki eftir neitt sérstakri sko. Ekkert svona í augnablikinu sko. Ekkert sem situr eftir í minningunni? Nei. Kannski markvarslan er þetta mark á móti KR núna í vor. Já, aukaspyrnan hana? Já, neða, það var nú skalli. Já, það var skalli. Já, varstu ekki á vellinu? Jú, ég var á vellinu. Þú varðir þarna áttir 3 hörku markvörslu, sko. Þetta er sannarlega glæsilegu leikangur hjá okkur Skagamönnum. Já, þetta lítur frábæðilega út svona í kvöldsólunni. Hann Gústi hann er að gera gott mót hérna á vellinu. Við sjáum það að hann er að vökva hérna vellinu og gera klárt fyrir laugardaginn. En við skulum tölta hérna aðeins áfram og taka aðeins út verkið hjá honum. Já, hvað er að gera hérna, Palli? Hér sýnist mér Gústi vera komin í einhvers konar ræktun. Hér ræktar hann 3 blaðsmára og svepp. Og sveppi? Já, ég skal segja ykkur það. Gústi, hvað er í gangi? Palli, er einhver einn leikmaður sem fer sérstaklega í taugarnar að þér þegar hann skorar hjá þér? Já, það er ríkalegi taugarnar á mér þegar Tryggvi Guðmunds skorar á mér. Já, hann... Bara viðurkenna það alveg hrútlega. Palli, þetta er nú ekki eingöngu knattspyrnuvöllur, þetta líka virðist vera fjara og holu golfvöllur. Já, ég get ekki betur séð. Já.
Hann þarf að laga aðeins hérna grínið sko, hann þarf að slá þetta aðeins betur. Við hjá stuðningsmannafélaginu erum búin að komast yfir eitt helgasta bókhald félagsins sem sektarbókin sem Palli einmitt sér og við erum hérna búin að vera að glugga aðeins í þetta og sjáum hérna það eru heilu metrarnir af agabrotum sem eru hérna í þessari bók. Hvað er í gangi, Palli? Sko, við höfum reynt að setja ósköp einfaldar reglur sem menn eiga nú bara miserfitt með að fylgja, sko. Já. Til dæmis, sko, þegar Árni Thor spilaði hérna fyrir Skagan. Já. Hann var hérna í 4 eða 5 ár og hann fikk ekki eina einustu sekt. Enda þýskum eðalættum. Stórglæsilegur maður. Stórglæsilegur. Fríður maður sína. Já, flottur á velli. En hann er nú bara mjög einföld atriði eins og að fara á fötunum sínum rétt, ekki á röngunni. Og ef að menn skila þessu á röngunni í þvottaköruna til Gústa, þá er það bara sekt. Já, hann fær að sekta leikmenn. Já, Gústi skilar þessu svo á röngunni til mín og ég sekta leikmenn. Já. Það er mjög vísindalega tekið. Hver þarf þá að snúa fötunum við? Menn snúa eins og við sjálfur. Já, þetta er bara sendt aftur til þeirra. Já. Fá þetta kannski skít út bara sveitt í næsta leik. Já, það ætti nú eiginlega að vera þannig bara. Já. Þetta er atriðið sem maður þarf að skoða. Það er verðt að skoða. Palli, við erum staddir hérna með innganginn inn í stúkun okkar. Og hérna sjáum við Íslandsmeistara IA meistaraflokki 2001. Er ekki komin tíma á þetta? Jó, það er komið tíma á þetta fyrir löngu síðan. Við sjáum hérna mynd af stjörnun okkar hérna uppi hérna. Hvar ertu, Palli? Sýndu okkur hérna. Sjáu þið drenginn, maður. Svo vorum við með hérna töluvert háa sekt. Það er 50.000 krónur. Garðar Gunnlaugsson í Mannþing. Hvað er að frétta? Ég veit nú ekki alveg söguna bak við það, sko, en það er einn annar leikmaður sem hefur heimild til þess að sekta og það er Árni Snær, aðstoðar sektastjóri. Þeir hljóta hafa bara verið hérna saman vinnirnir á einhverjar séræfingu, sko. Já, það er svona eiginlega eina skýringin sem mér dettur í hug. Og hann lítur þá að hafa skrifað þetta hérna líka. Já. Eggert með 3 G-um. Já. Herðu, svo varst að segja okkur frá hæstu sektinni. Já, við höfum svona ákveðið svona hámarksektar ákvæði í þessum sektarreglum okkar. Og það ef að leikmaður verður sjálfum sér eða félagum til háborna skammar, þá höfum við heimild þess að sekta 75.000 krónur. Og hefur það gerst? Já, þetta hefur nefnilega gerst. Oftar en einu sinni? Já, þetta var sami leikmaðurinn í bæði skiptin. Það var í fyrra atvikinu. Það var verið að taka liðsmynd hérna með við klukkuna. Já. Fyrir síðasta tímabil. Og menn náttúrulega í sinu fínasta pússi, í jagallanum maður, í nýpúsaðum skóm og með sokkan uppi. Og pressuðum buxum. Með sokkan uppi, allir nema einn sem var með á niðri. Og varð sjálfum sér til hábornar skammar fyrir vikið. 75.000 krónur sekt fyrir það. Klappa sér ekki sokkana. En þjálfarinn vorkendunum eitthvað, hann fekk nú ekki nema 10 skall í sekt. Já, hann gæti kannski fengið, ég hefði nú bara gefið hann kannski 10% afslátt. Og svo fekk hann, þetta var hann Aron Ímir, og svo fekk hann aftur hámasekt þegar hann átti að koma inn á múti Gróttu í fyrrasumar. Og hann var eitthvað stress á honum, sko, hann klæddi sig í búninginn hans að Ragga Le og ætlaði inn á í honum og var sjálfum sér aftur til hábornar skammar. Já, það er gott að þið hafið hérna tögl og haldir hérna á leikmannum, Palli. Já, það veit ég vist ekki af. Já, heldur betur. Hvað, Palli, flýgur í gegnum hausinn þegar þú ert að tölta hérna niður og með hérna kannski eitthvað topplið við hliðina á þér? Djöfull skulum við vinna þá. Já, hakka þetta í sig. Já, jarða þetta. Taka þá af lífi. Taka þá af lífi. Hvernig finnst þetta að hafa verið hjá okkur í sumar? Þetta har bara verið flott. Það er fullt af fólki mætt á völlinu og stuðningurinn verið bara til fyrirmyndar. Hérna, finnst þér, höfum við haft áhrif á leikinn? Já, klárlega. Stuðningur hefur áhrif á leikmenn, sko. Já, þetta finnst okkur líka. Okkur finnst við bara hafa hreinlega besta stuðningsliði sem á Íslandi í dag eiginlega og besta knattspyrnuliðið. Hvernig leggst hérna leikurinn í það á laugardaginn?
Bara ljómandi vel. Þetta bara leikur sem við ætlum að vinna. Palli, það eitthvað að loka sem þú vilt segja fólkinu? Bara mætið á völlinn og mætið í gulu. Nú ljá og veitast góð.